Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn sem að þessu sinni eins og svo oft áður tekin upp hér í Pakkhúsinu á Akureyri. Nú framundan ein mesta ferðahelgi okkar Íslendinga og þeir sem ekki á ferðaflugi, þeir eru þá væntanlega að njóta lífsins á einhvern annan hátt. En hér á Akureyri bærinn að fyllast af yndislegu fólki. Flestir eru þó ungir, þetta eru börn og unglingar sem að flykkjast hingað á unglingalandsmótið sem hér haldið í fyrsta sinn á Akureyri reyndar. Við ætlum að gera því skil í þættinum í dag. Við ætlum líka að ræða handverkshátíðina sem verður haldin á Hrafnagili næstu helgi og við ætlum að fá líka til okkar þá sem að stýra hér einni með öllu þeirri miklu hátíð. Og svo fáum við aðeins að sjá glimt úr fimmtudagsfílingnum sem var hjá okkur í gærkvöldi í beinni útsendingu hér á N4. En hingað til mín kominn góður gestur. Hann til Leifur Breiðfjörð og hann kominn hingað til Norðurlands, hvert tilefni? Þetta út af sýningu sem mér boðið að halda í menningarhúsinu Berg í Dalvík. Grét Arngrímsdóttir hringdi í mig og spurði hvort að ég væri til í að sýna hérna. Og ég var nú fljótur að segja já því þetta svo fallegt hús, menningarhús, gríðarlega fínt. Þannig að ég komin hingað með sýningum. Hvað ætlarðu að sýna? Ég með glermálverk og vatnsleitamyndir. Þetta í Forssalnum, þá ég með glermálverk og þetta svona allt saman nýleg verk og vatnsleitamyndin frá síðustu 2 árum. Og mjög spennandi og þetta fer svo vel verkin þarna. Vel á öllu staði hjá. Fallegur rammi í kringum falleg verk. Já, hvað fyrir. Þetta tekur sér vel út. Ég vann þetta nú þannig yfirleitt eins og ég geri venjulega. Annarkot býði til módelaðsýningum sem ég gerði mikið áður. Núna vinn ég þetta mikið í Photoshop þannig ég set upp sýninguna raun og veru áður en ég fer á staðinn, fæ ljósmyndir sendar og geng alveg frá henni þannig að þegar ég kem á staðinn þá fara verkin bara á sinn stað. Það ekkert að möndla fara fram og tilbaka með verkin, heldur fara það bara beint. Já, þú verður að sjá þetta svona fyrir þér? Ég sé þetta fyrir mér, setja upp og verkin fóru bara nákvæmlega upp eins og ég að hugsa. Klárum að setja upp allt saman í gær. Já. Hvað þetta mörg verk? Þetta eru 30 verk. Já, þetta eru 30 verk. Og þú náttúrulega þekktastu fyrir glerlistaverkin þín? Jú, það rétt, já. En jafnframt þeim að þá náttúrulega vinn ég við alls konar verk, bæði málverk, teikningar, vatnsleitamyndir, skúlptúr og ásamt konu minni Sigríði Jóhannsdóttur. Þá vinnum við saman kirkjutekstíl og myndefnaði og höfum sýnt myndefna saman líka. Þannig þetta svona fjölbreytt, maður ekki bundið við eina listgrein heldur náttúrulega reynir maður, eða ekki reynir heldur bara nauðsynlegt að vinna við önnur efni. Já. Af hverju fórstu í glerið á sínum tíma? Já, þetta var þannig að ég var í Millishandjarskólanum 1962 til 66 og þar á meðal kunningi minn sem hérna á Akureyri, Guðmundur Ármann Sigurjónsson. Við vorum á sama tíma í Reykjavík. Nú þegar ég var í Milliskólanum þá var skólastjóri okkar, Kurt Sýr, hann sá mín verk og sagði, þetta myndi henta þér líklega vel að fara út í vera glerlistamaður, steingler. Og hann náði í kennara út í Skotlandi sem kom til landsins og kendi hérna bæði myndefna og steingler og var með námskeið í Milliskólanum á þeim tíma. Og þá, eftir það, fór ég til Edinborgar og lærði þar á Edinborg College of Art steingler og var þar í steindugleri og teikningu. Heldur þetta sé allt saman tilviljun eða einhver þráður í lífinu sem leiðir mann áfram? Það veit maður aldrei. Það trúlega ekki tilviljun. Nei. Maður veit aldrei þó. Skotarnir, þetta ekki dásamleg þau? Jú, það var stórkostlegt og það var svolítið skemmtilegt að nokkrum mánuðum seinna að þá fékk ég einmitt að gera verk þar í þeirra höfuðkirkju Skota sem heitir St. Giles Cathedral og var steindur gluggi til minningu Robert Burns og hann var við 1985, 50 metra hár og 5 metra breiður. Það var gríðarlega mikil uppáð. Margir Íslendingar að sé það verk, þetta kannski eitt af svona stærri verkum sem ég unnið. Það var svo nýtt verk sem var fyrir 3 árum vígt í London. Það kannski ekki merkilega, en það mjög merkilega. Það var samkeppni steindan glugga til svona heiðus Elísabet Einarsdóttir út af hennar valdaafmæli. Og þetta var samkeppni sem að ég vann og það var feikilega skemmtilegt. Ég vann það verk algjörlega sjálfur hér heima, sendi þetta út og það var sett upp
og vakti mikla athygli og allir ánægðir og drottning var feiki ánægð þegar hún kom og það var splendid og það svona hæsta lýsingar sem hún segir verk. Já, var það ekki? Jú, hún var mjög ánægð með verkið. Fékkst ekki notalega tilfinningu? Jú, það var voðalega gaman að sjá þetta komið mér. Þetta þessi kirkja Southwark Cathedral mjög gömul, sko, hún alveg frá miðöldum. Já, og þessi gluggi sem þar, hann í elsta hluta kirkjunnar. Já. Og það var mjög spennandi. Þannig að hún hefur verið skipt út fyrir listaverkið? Það var engin gluggi fyrir á þessum stað, þannig að þetta kom bara sem nýr gluggi þarna alveg inn. Maður verður að fara þarna. Já. En maður getur fengið forsmekkin á Dalvík og hérna. Já, akkurat. Alveg. Hérna komið sýningarskráin, mjög fallega sýningarskráin gerðu. Já. Og hvað, segðu mér aðeins ykkar samstarf, ykkar hjón? Já, það náttúrulega, sko, við kynntust þegar ég kom tilbaka frá námi í Edinborg og fór að kenna í myndlist- og handíðaskólanum, teikningu og annað slíkt. Hún var í textíl og kynntust í skólanum, sko. Ég var kennar og nemandi, hún var vísu ekki, sko, nemandi minn. Við skulum halda því til það. Já, sko. En við kynntumst þar og síðan höfum við unnið í raun og verið saman alveg frá þeim tíma. Er það ekki inspírandi? Það mjög, jú, við erum náttúrulega mjög samrýnd og vinnum mikið saman og eins sem við vantar einhverjar svona ráðleggingar, þá leita ég til hennar og hún til mín, þannig að við hjálpumst að. Og gaman mitt að vinna saman. Bæði þá í náttúrulega myndöfnaðinum og svo hefur hún verið unnið með mér í gerð glermynda, steindurglerina. Já, og það þú átt nú ýmsa fræga glugga og fallega hér á landi, en til dæmis hér á Akureyri, það verk eftir þig hér? Já, í Glerárkirkju. Það náttúrulega mjög spennandi verkefni því það raun og veru, ég held að sé bara allir gluggarnir í kirkjunni, komið mismunandi tímabil og lítið kapella líka. Já, vannstu það með arkitektunum eða hvernig? Já, Svanur Eiríksson, það var mjög þægilegt og prestinn Gulli. Já. Og þannig það var gaman að því verkefni. Þannig að þeir sem komast ekki einhverju hluta vegna út á Dalvík gætu nú alltaf að byrja á því að fara inn í Glerárkirkju. Ekki væri meira. En hvað ætlar að hafa hann að opna lengi þessa sýningu? Hún verður líklega fram í september, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig lengi, 1,5 mánuð kannski eða svo. Já. Og það náttúrulega alveg kjörið að fara út á Dalvík, þetta svo fallegu bær. Endilega. Og fá sér kaffi og eitthvað með því kannski. Og þetta náttúrulega hús svo stórkostlegt. Sko. Já, hvað það sem heillar þið mest við það? Það náttúrulega þessi birta inn í sannum og hún svo björt og opin og þetta er svo björt og opin allt saman. Bæði stóri salurinn sem ég verið með vatnsleitmyndinni í og svo forsalurinn sem ég verið með glermálfkin. Það fer vel öll verkefni. Já. Vel að þetta staði hjá þeim. Já, flottir Dalvíkingar. Bara takk fyrir þetta og ég óska til hamingju með þessa. Takk að þið fyrir kærlega. Og við höldum áfram hér á eftir og þá ætlum við að fara aðeins inn í Hrafnagil, eða það að segja í huganum allavega ætlum að fá forsmekkinn að handverkssýningunni á Hrafnagili.